Þegar við vinnum með form og ætlum að taka við skrám, þá þurfum við að nota eitthvað annað en body parser middlewareið og það er vegna þess að body parser sem er ákveðið middleware og middlewareið sem Express býður upp á styður það bara einfaldlega ekki. Og það er vegna þess að nota svona multipart bodies er flóknara og yfirleitt stærra og það er bara ekki eitthvað sem að Express kjarnin vill vinna með. Þannig við þurfum að sækja eitthvað annað middleware library til þess að gera það. Og við ætlum að nota Multer og það er pakki sem að þáttar skrár sem eru upplotað á eitthvað ákveðið rát og gerir þær aðgengilegar í rek. Og þarna er það þannig að við þurfum að skilgreina þetta middleware per rát, ekki almennt, af því að við viljum í raun ekki almennt vera geta upplotað fyrir hvert einasta rát sem við exposum í appin okkar. Við viljum frekar setja nákvæmlega þegar þú póstar á nákvæmlega þessa slóð, þá ætla ég að taka við skjali sem er nákvæmlega þessu í hérna formi. Og þá getum við sagt multer single og þá er það fyrir staka skrá og þá er í raun input sem er verið að hafa type file og name field og þá er skráin sett í rec file. Við getum sett multer array field fyrir margar skrár og þá erum við með input sem hefur einnig name field en við getum haft mörg þannig input og þá fyrir það í files en ekki file. Og þá skrifum við ráturinn okkar þannig fyrir það rát sem á að taka við þessu. Við ætlum að taka við posti á /post. Við ætlum að segja, við tökum við fylki af skrám og það á að vera lesið úr input type file sem hefur nafn name data. Síðan ætlum við að skrifa út í raun hvaða gögn það eru og þá er það sett í files út yfir með array. Ef við skoðum aðeins nánar hvernig þetta virkar, þá getum við skoðað dæmi hérna sem að nota multer og þá erum við búin að sækja multer og það er það pakki sem að gera npm install multer. Við segjum upload sem er þá instance af multer og þannig getum við sett ákveðna optiona inn sem við sjáum hérna og getum lesið nánar það í skjölunni fyrir multer. Við tökum síðan við get hérna og það bara prentar út þessi tvö form fyrir okkur, gerir svo sem ekki neitt. Síðan erum við með post á single hérna, ef við keyrum upp serverinn og prófum að senda á hann, þá fáum við upp tvö form hérna. Við ætlum að fara hérna í test, við ætlum að velja eitthvað skrá, við ætlum að senda skrána. Og ef við skoðum núna hvað gerist hérna í network tab, þá erum við með post hérna, við segjum requestin okkar og þá sjáum við hérna að þetta er þetta multipart eða sem sagt við erum með hérna content type multipart form og boundaryið er hérna einhver fullt af einhverjum bandstrykum og svo einhver tala og við sjáum í requestinu að það er notað til þess að skipta á milli. Þannig hérna hefur við eina skrá og við sjáum content disposition headerinn, form data, name data, file name, file.txt, content type, text plain, hello heimil. Þannig að þessi hérna gögn þarf að parsa og þá sjáum við að þetta lítur út svolítið eins og hérna par af headerum, síðan ný lína og efni skjalsins og ef við skoðum þá hérna þá getum við fengið þetta úr þessu rec file. Við fáum object fyrir skrána og við fáum sem sagt original name sem við ætlum að kalla file name, við fáum mime type, við fáum buffer sem er þá í raun buffer fyrir innihald skjalsins og við ætlum að segja innihald file name af gerð mime type er buffer to string utf8 og þá ef við sjáum hérna þá er það innihald file.txt af gerð text plain er hello heimur. Þannig við erum búin að lesa upp úr og fá gögnin úr þessari skrá. En síðan ef við ætlum að nota margar skrár þá förum við tilbaka hérna og við veljum browse og við veljum þessa skrá og þessa skrá og við sendum og þá séum við tvær skrár með skrárum file.txt, 2.txt, text plain og þá sjáum við að við erum einfallega bara að taka þessi names hérna, við tökum bara möppum yfir allar þá skrár sem koma inn og skilum því út. En ef við hins vegar veljum einhverja stærri skrá hérna, við getum prófað að velja bara upptöku hérna og sendum hana og þá finnum við eitthvað meira að gerast og þá sjáum við að þá erum við að uploada þessari skrá sem að er stærri en einhver nokkur bæti sem að hérna 422 bæti og við erum að lenda í því hérna að eitthvað tekur svolítið langan tíma og jafnvel er það serverinn að fara að reyna að skrifa út alla skrána hér
þannig að hugsanlega lendir við í einhverjum vandræðum þegar þetta á endanum skila sér. Það er bara of stór skrá fyrir þetta einfalda dæmi sem að við skulum bara gera svona, opna þetta aftur og við skulum fara hérna aftur, við skulum fara hér og segja hérna ætla ég að taka við þessu skjali og þá fáum við þetta, við sjá hérna hvað gerist. Þá póstum við þessu og requestan er hérna og hérna fáum við í raun hérna request has been truncated, þetta er svo stórt skjal sem hefur lent í vandræði með að kalla það í bufferan áðan. Þá sjáum við erum með video quicktime og þá er þetta í raun binary gögn fyrir vídeóskrána og þá sjáum við bara að hún er mjög stór hérna og að reyna að prenta þetta út sem UTF-8 var ekki að ganga. Þannig að þarna gætum við tekið þetta og skrifað þetta á disk eða sendt þetta eitthvað annað, sendt þetta í gegnum einhverja vefþjónustu sem að geymir þetta á einhverju stað sem við viljum geyma vídeón okkar, en alls ekki viljum við birta þetta. Þannig að þarna getum við þurfa að passa þegar við erum að vinna með upplota og skrár.